Já. Þannig leikur 4, svona kannski nokkuð þægilegt 4 leikluta fram að því mjög jafnt. Mjög jafnt og bara hörkuleikur eins og þessi leikir eru búin að vera, kannski fyrir utan fyrsta þegar Okeke var ekki með þeim. En svo small vörnin svona í lok 3. og í 4. leikluta. Mér fannst það að vera allt og soft fram að því og svona leyfa þeim að fá að gera sína hluti. En loksins náðu við að líka tengja stopp og þá fengum við hraðablöp og svona og það getur svona brotið liðstundum niður. Ég satt hérna, ég held ég hafi ekki heyrt í sjálfu mér hugsa. Þú veist, maður heyrir ekkert þetta. Hvernig er það að vera á liðlínu? Fyrsta lagi er náttúrulega bara ógeðslega heitt og en eins og þú segir, það er búið að vera núna undanfarandi leikjum þar sem að það er bara erfitt að bara tala við leikmenn inn á vellinu sem getur svona megnið að tímabilinu, þannig að þetta verður allt öðruvísi og bara dæmi eins og í síðasta leik þar sem við erum 3 yfir, ég er að öskra brjóta og enginn heyrir neitt og þannig að leikmenn þurfa svolítið að lesa í aðstæður betur sjálfir því að það er eiginlega bara í leiklegum að koma einhverjum skilaboðum og svona, þannig að þetta er beauty við úrslitakeppnina og það eru bara full hús allstaðar og svona er bara veruleikin, þannig að við þurfum menn bara að finna leiðir til þess að einhvern veginn að koma bara skilaboðum bara fyrir leik og síðan bara þegar koma einhver stopp. Talar til að tengja saman stopp hérna í lokin líka að Davies er að setja skotið sín onni. Það skiptir auðvitað öllum máli. Já, ég meina við fengum Davies stóra körfu hérna í seinni. Við áttum Saki og Basil inni hérna í hálfleik og leið og allir fengum öll hjólin undir bílinn hérna í seinni hálfleik. Þá fannst við vera betri en við áttum menn inni úr fyrir hálfleiknum en Álftaneslið bara er miklu betra heldur en mér finnst þeir fá kredit og fólk gerir sér grein fyrir því að þeir eru ógeðslega klárir og þeir refsa fyrir öll mistök og leið og þú klikkar á einhverju einu atriði af 10 varnarlega þá er búið að refsa þér, þannig að bara þvílíkt hrós á bæði liðið, þjálfarateymið og bara félagið heild, stórkostlegir hlutir í gangi hérna. Leikur 5 hjá Grindavík og Stjörnunni á mánudaginn, það bara að horfa á hann leik saman eða hvernig gerir það? Ég veit það ekki, ég er ekki komið svo langt, þannig að ég er bara ennþá stattur í þessum leik hérna og er að gera hann upp núna með ykkur fjölmennamönnum og svo bara finnum út úr því, kannski eins og segi, ég bara veit það ekki. Basil vill fá Grindavík, hvað veist þú? Mér er alveg saman, ég bara skiptir mig engu máli, ég er bara ánægður að vera komin á hana stað með mitt lið og við bara mætum því sem að tekur á mót okkur og við erum bara að hugsa okkur, við þurfum bara að hugsa okkar hluti, verja okkar heimavöll, fylgja okkar filosófíu og varnarreglum og sóknarreglum og halda áfram bara okkar braut og þegar við erum að framkvæma það sem við viljum gera þá finnst mér alltaf vera besta liðið. Ég vil spyrja sérstaklega út í einn leikmann hérna í lokun. Giannis á móti Justin James. Þetta var alvöru matchup. Já. Það er ekkert grín að dekka Justin James og Arnar og Giannis og Gex og eru búin að gera þetta eins vel held ég og hægt er að gera þetta. Gekk vel í leik 1. Svo fór þetta að vera erfiðara en ég held að hafa náð að þreyta hann mjög mikið í seríunni og hann hafði aðeins verið honum þreyttur í lokin en það er þá bara út af þessari vinnu sem að þessi kallar er að leggja á sig og hann fekk mismunandi varnarmenn á sig, Arnar var pressan, fullan völl og reyna að þreyta hann þannig svo þegar Arnar var búinn aðeins að djöflast í honum þá fórst Giannis á hann og djöflaðist í honum og öðruvísi dýnamík í þeirri vörn erfiðara þegar hann komast á körfuna og svo kom Gex og en ógeðslega erfitt. Takk fyrir þetta, Ben.